Sigurbjörg Gunnarsdóttir heiti ég og ég forstöðukona í Smárakirkju. Við langar til þess að bjóða þig velkomin í hlaðvarpið okkar, en hér ætlum við að tala uppbyggjandi og hvetjandi orð. Ég vona svo sannarlega að þetta blessi þig og hvetji þig áfram til að gera góða hluti í lífinu. Og það sem að gerast hjá okkur þegar maður hlusta, við erum öll svo einstök og ekki öll eins. Misjafnt hvað tala til okkar, en hugsanir sem tengja saman skapa neista. Eða eins og Inga myndi segja, thought that's wire together, fire together, halleluja. Þannig að ef við erum svolítið að hlusta, og mér langar til að hvetja ykkur til þess að hlusta núna, án þess að hafa skoðun. Svona svolítið eins og væri bara að hlusta á tónlist. Og allt í einu þá hittir eitthvað í mark hjá ykkur. Amen. Mín saga er svo að ég einhvern veginn hef þurft að hafa mikið fyrir því að fungera sem einstaklingur. Og ég gerði allt sem ég gat þegar ég var yngri til að verða ófungerandi. Og þegar ég var 5 ára þá var ég í Kotmúla hjá Svan og Maríu, stórkostlegt fólk. Og ég var búinn að vera í mánuð og mér hlakkaði svo til að fara. Svo hringi pabbi. Ertu til í að vera mánuði viðbót? Já. Ég kunni ekkert annað en að þóknast. Og ég hugsaði með mér, ég ætla að hefna mín á pabba. Að vera svona vondu við mig. Og þá ákvað ég að hætta að nota tannkrem á tannbursta minn. Þannig að þegar ég var 5 ára, þá var ég byrjaður að refsa sjálfum mér. Og það var einn predikari sem sagði að sársauki væri næst algengasta tungumálið í heiminum. Og ég hef sagt mjög skemmtilega sögu á mann sem ég ætla bara að segja stuttútgáfuna, hann fór í skóbúð og keypti sér litla skó og var í þeim allan daginn og var alveg að drepast og konan spurði, hvað er að þér maður, hvað er að? Og hann sagði, sjáðu til mér, ég er alltaf á litlum skóm, hvað er þetta að pæla? Og sagði, bara þegar ég kem heim, þá er svo gott að fara úr þeim. Og stundum þá erum við búin að búa til eitthvað svona munstur sem ég lærði bara að vinna í þegar ég var 5 ára. Og ég trúi því að stærsta gjöfin sem við eignumst, þú veist, fyrir utan frelsið í Jesú Kristi, það er þegar við eignumst okkur sjálf. Sem lítur þannig út að við vitum bara nákvæmlega hvað þarf ég núna. En það sem við ætlum að tala um í dag, við ætlum að tala um hvað fæðir það besta fram í Guði fyrir okkur. Og það er okkar svar við hans skipun. Það er, við lesum í orði Guðs, og við erum með þessar frábæru leiðbeiningar og það besta sem við gerum fyrir okkur til að eigna sig mest í Guði er að svara þessari skipun. Og við sungum trúfesti hans, en hvað með trúfesti okkar? Og ég er búinn að vera mjög seinþroska. Þú veist, ég er 17 ára gamall í Drottni og það er alltaf ákveðna forsendur þó við notum það ekki sem afsakanir. En það voru mínar forsendur þannig að ég einhvern veginn átti mjög langt í land þegar ég frelsaðist. Og svona búinn að gamli maðurinn er búinn að vera að deyja. Hann einhvern veginn bara dó ekki svona einu augnabliki. Og ég vildi geti sagt að hann er alveg steindauður núna. En ég bara líga ekki, þannig að ég er ekki alveg komið þangað. En ég er á leiðinni. Amen. Og svo kemur stundur svona hljóð. Og þá er það svo gott bara að hugsa bara, þú veist hvað gerist hjá mér þegar ég heyri þetta. Guðni Gunnarsson, það er mikill meistari sem ég hlusta mikið á og hann segir að ef þú ert ekki að valda því sem þú vilt, þá viltu þig ekki nógu mikið. Og ég er svolítið að æfa mig í þessu og þá spyr ég mig hvað get ég gert til að vilja mig meira. Og til dæmis að standa og lofa Drottinn, það er bara eitthvað sem næri mig alveg svakalega mikið. Það er svo gott. Þannig að þið geti spurt ykkur núna, bara svona í hljóði, bara hvað get ég gert til að vilja mig meira? Það sem gerist, þú veist, ef maður elst upp í ójafnvægi og þróar með sér ójafnvægi og fer út í mig og þá er maður meistari í fjarveru. Þannig að þá er maður rosa mikið að horfa út á allt og hafa skoðun og það er alveg frægt, ég hef verið mikið í Al-Anon-fundum og fólk kemur á Al-Anon-fundum og fyrsta sem það hugsar er mamma mín þyrfti að vera hérna.
En allt sem að ég hugsa kemur frá mér. Það verður ekkert með mömmu mín að gera. En það bara svo þægilegt bara að þurfi ekki endilega að horfa hérna inn á við. Þó að það sé voða gott. En það besta sem fæðir Guð í okkur, það sem sagt okkar svar við hans skipun. Þannig að þá erum við að lesa í Biblíunni og við erum að nálgast Drottinn og svo einhvern veginn þetta lifandi og kröftugt og hérna svo bara, Inga, svo gott þegar orðið einhvern veginn bara gerjast í manni, svo bara einhvern veginn ef maður stattur á erfiðum stað og allt í hennu bara kemur bara allt samverkar þeim til góð sem Guð elskar. Allt, pæli í því. Allt. Drottinn minn, bara ég þakka þér fyrir þennan dag, ég þakka þér fyrir það sigur í Jesú nafni, Drottinn, ég þakka þér fyrir anda þinn sem verkar með að vilja þér til velþóknunar, Drottinn, ég bið fyrir öllum sem að hlusta núna, Drottinn, bara akkurat núna, bara að heilagur andi komi bara og olían leki yfir þau, halleluja, eins og við talaðum í Sálmi 133, þegar systkini koma saman og bara lekur olían og þar hefur Drottinn boðið út blessun og líf að eilífi, í Jesú nafni, amen. Og svo gott að byrja, skemmtilega sem ég gera að byrja. Og skemmtilegustu stundina mínar eru sko þegar ég byrð fyrir fólki. Og ég að þjálfa í vörklass í Laugum. Ég veit að Bjössi ekki að hlusta núna. En sko skemmtilegustu stundar sem ég á það þegar ég fer inn í mælingarherbyggið og byrð fyrir ykkur. Og hann fyrir að gráta í vörklass. Og svo ég að vinna í markþjálfun og kom til maður til mín á 50daginn og hann var bara ekki á góðum stað og ég bað fyrir honum og heila og randi kom bara. Og þetta lífið. Fyrir mér þetta lífið. Það ekki hérna hvað í kringum mig og hvað með mér. Það bara einhvern veginn að fá einhvern veginn svona sopa af nærveru Guðs. Og talandi það, ef við erum að lesa í Biblíunni og þá vitum við hvað við erum að gera, þá lífið svo gott. En það var mjög frægur hérna AA-maður sem var að sponsa fullt af gaurum og stundum hringduður í hann og voru að kvarta að lífið var ekki nógu gott. Og hann spurði, ertu búin að vinna í sporunum? Og þeir sögðu, nei. Þá skellt hann bara á þá. Hann nennti ekki að tala við fólk sem að tók ekki sína ábyrgð. Þannig ef ég væri svo hann og fólk kæmi til mín sem væri í kirkjunni og eitthvað að kvarta og ég myndi spyrja, ertu búin að lesa í Biblíunni? Skiljið hvað að fara? Og þetta svolítið góð, þú veist, ef ég vil mig rosalega mikið, þá lesi ég Biblíuna hverjum degi. Ef ég að valda því sem ég vill, þá lesi ég orðið Guðs. Það svo gott. Og það bara 100% líkur á því að Guð blessi mig. Ef ég lesi Biblíunni. Halleluja, rosalega gaman að vera þetta maður. En það ekki. Herru, við ætlum að tala hegðunarvisku. Finnst ykkur það ekki flott orð? Hegðunarvisku. Já, ég Guðbjörn hérna, sérfræðingur í hegðunarvisku. Nei, ég ekki komið þangað. En orðið success þýðir hegðunarviska. Þannig að ef við ætlum að verða successful, þá þurfum við að haga okkur. Sjálfstjórn. Halleluja. Halleluja. Herru, ég hérna með Hebreabréfið. Á ég að fara fyrst í þessi eitthvað, Halldór, eða? Nei, við erum ekkert við skulum bara æfa okkur í því að vera svolítið viðstödd og bara svona sjá hvað gerist í okkur á meðan við erum að hlusta. Sérstaklega þið þarna heima. Það ekkert að trufla ykkur. En hérna stendur í Hebreabréfinu 4. kafla 10-11, því að sá sem gengur til hvíldar hans fær hvíld frá sínum verkum, eins og Guð hvíldi sig sjálfu frá sínum verkum. Þannig ef við erum í hvíld Guðs, og þú varst að auglýsa hérna á miðvikudaginn, svona hvíldarstund, að hvíla sig í Drottni. Og þetta sem sagt Hebreabréfið 4:10-11, hvað kemur svo 4:12? Hvað kemur 4:12 svo? Hvað það? Því að orð Guðs lifandi og kröftugt og smígurinn í innstillti merkjar og sæl og dæmir allt saman og setur allt á réttan stað. En fyrst þurfum við að ganga inn til hvíldar hans og þá kemur hérna krafturinn.
Þannig að krafturinn, hann geti, þú veist, á einasta verið í hvíldinni. Þessi lýsingin alveg stórkostleg. Halleluja, þakka Guði fyrir það. En það sem gerir, sko, ef við erum óþolinmóð, þú veist, óþolinmæði og óstöðuleiki býr til streitu. Sjáu þið þetta er himnaríki. Halleluja. Herru, mér langar að heiðra hann Ingu. Alltaf því ég kem hérna, þá hún brosandi og flott og fín og hrósa mig hérna fyrir skeggið mitt. Og það margt búið að ganga á. En hún hérna hverjum sunnudegi. Búin að vera í 50 ár. Hverjum sunnudegi. Hún kemur alltaf. Þvílík hetja. Úthaldið. Og ég trúi því að ganga með Guði sé bara þolinmæði og hlýðni. En það svo margt sem maður veit ekki fyrir maður veita. Herðu, mjög góð pæling. Ég kom með vatnsbrúsa minn hérna. Besta fitubrennslu efni sem til það allir að kaupa sér einhverja pillur og eitthvað finnir í. Besta fitubrennslu efni, það vatn. Og ég búin að gera smá rannsókn. Fólk sem að gengur með vatnsbrúsa í betra formi heldur en fólk sem gengur ekki með vatnsbrúsa. Og við sáum Jóhann á það, hún var með brúsa með sér á sviðinu og við sjáum hvað hann í fínu formi. Þannig að þó að þið sko takið ekkert annað með ykkur. Bara að vera með vatnsbrúsa, vera vopnaður. En það svolítið góð pæling, af hverju fáum okkur kók þegar við getum fengið okkur vatn? Það út af því að það til kók. En við vitum ekki, ef við drekkum bara vatn í 2-3 vikur og fáum okkur svo kók, þá það bara ógeðslega vont. En við vitum það ekki fyrir við vitum það. Þannig að það svona áskorun, hún frí hérna bara, taka 3 vikur bara vatn og sjá hvað gerist. Þið til í það? Dóri svo jákvæða maður. Halleluja. Halleluja. Jésús. Og núna ég að gefa ykkur smá tíma til að hugsa svolítið bara, já, hvað þetta sem mann að tala hérna á? Lífsins vatn. Sko, það hérna, núna við búin að vera í kirkju, við erum hérna mörg eldri en 2 ára í kirkjubransanum. Og við búin að sjá fólk koma og fara. Fólk fara í fílu. 80% af fólki í kirkju sært af fólki í kirkju og hættir að koma. En ef við lesum í Efesisbréfinu 6:12, hvað stendur það? Því að baráttan sem við eigum í, heldur við anda veru vonskunar í himingeimnum. Við erum aldrei að berjast við fólk. Þannig að næst þegar við erum að tala við ykkur, og þessi hérna kemur þessa hugmynd að nú sé góð hugmynd að fara í fílu, þá tökum við upp skjöld trúarinnar og minnum okkur á það að baráttan aldrei við fólk. Þú veist, þetta bara eins og að fá 100 milljónir bara beint í rassvasann. Hvað gerir okkur leið? Hvað særir okkur? Það bara okkar vankunnátt að taka fólki eins og það Fólk bara alls konar. Já, engin, en móðgun aldrei gefin, hún bara tekin. Og við ætlum aldrei að taka, við ætlum að vera tilbúið með skjöldin, með mér í þessu? Það lífið of stutt til að vera móðgaður. Heyri amen? Halleluja. Jésús, rosalega gaman að vera hérna. Hafið eitt SS-fóringjarna? Sko, það skömm og sjálfsvorkun. Eitthvað sem kannast við það inni? Alls ekki. Og það sem að gerast hjá okkur hérna inni, við erum alltaf að leita af samsvörun. Þannig ef að mér líður rosalega illa og ég hitti Ingu, þá vill ég henni líða illa. Og ég fer að tala hvað þetta lið sé nú allt alveg ömurlegt hérna. Bara nennir enginn að koma á samkomu maður og þú veist, alltaf þarf ég að vaska upp og þú veist, ég að ná henni á mitt plan.
En þá er svo frábært að, þú veist, vera búin að lesa í Biblíunni, Fílípibréfi 4:4. Ég segi aftur, verið glöð. Ljúflyndi yðar verið kunnugt öllum mönnum. Og svo kemur mjög magna vers 4:6. Verið ekki hugsjúk neitt, heldur gjörið í öllum hlutum ósýrka kunna með beiðni og þakkagjörð og fríður Guðs mun varðveita hjörtu ykkar í Jesú Kristi. Hvenær munum við þetta? Af hverju munum við þetta ekki alltaf? Þegar, þjáning er uppsöfnun hugsana sem við tengjum við augnablikið. Ég fer í vinnuna morgun og það er einhverjum sem ég finnst klúðra einhver og ég kem heim og ég fer að hugsa hvernig ég klúðra þessu og ég er nú meiri asnin og ég fer á aktu-taktu og kaupi mér 1 sveittan og með því og 2 lítra kók og ís og allt saman og svo borða ég þetta og svo er ég alveg að drepast maður og slekka á símanum út að ég meik ekki samskipti. En svo þegar Halldór lendir í þessu, hann fer bara beint bara í að biðja, bara þakkaði drottinn. Það er engin fordæming fyrir mig, halleluja. Þakkaði fyrir drottinn minn, þetta er svo vatn á gæs. Þakkaði fyrir drottinn, ég er alltaf opnaði með skjöld trúarinnar. Og þá getum við spurt okkur, þú veist, hvað er það í mér sem gerir það að verkum að ég leyfi þess að, setja þetta í marineringu hérna. Þú veist, hvað er það? Og það gæti verið þessi pæling með sársaukar. Þú veist, kannski, er ég bara smá sársauka-fíkill. Og skömmin, það eina sem hún þolir ekki, það er dagsljósið. Þú veist, og sannleikurinn, þegar sannleikurinn hefur komið í ljós, þú veist, kannski er einhver hérna búinn að tengja og skapa neistan, þá kannski næst þegar þetta gerist og kannski bara þegar hjónin er að tala saman og konan segir eitthvað við mannin og manninu finnst það óþægilegt og segir ekki neitt. Svo fer hann bara í ísskápinn, bjargar þessu. Það sem gerist ef við svörum ekki fyrir okkur, að þá minnkum við. Og þá verður maður heimskur í 18 mínútur. Og þá bara fer maður bara beint, þú veist, ef að hlöllabátar er ekki á næsta horni, þá fer maður beint í ísskápinn. Fattiði mig? Halleluja, Jesús. Herri, ég elska orðið. Heilinn. Nú ætlum við öll að hlusta ekstra vel. Heilinn er það líffæri sem tekur mesta orku. Og þú getur ekki hugsað og upplifa það á sama tíma. Þú getur ekki staðið hérna og lofa drottinn og fundið hérna smurningun að koma og hugsað. Annarkvort ertu að hugsa eða upplifa. Þannig að manneskjan sem að hugsar minnst, það er kannski manneskjan sem á besta lífið. Og svo það besta sem við gerum fyrir heilan. Hvað er það besta sem við gerum fyrir heilan? Það er að hreyfa okkur. Það sem gerist ef við hreyfum okkur, þá kemur endorfín og þá erum við rosalega klár. Og ef við þurfum að taka erfitt símtal og við erum ekki til í það, að þá förum við að hreyfa okkur og svo verður svo auðvelt að taka upp símtalið. Halldór, hvað er uppáhaldsversið þitt í Biblíunni? Það kemur eitt fyrst upp í hugan á þér. Já. Efesus hvað? Já. Þetta er svo mikið ríkidæmi. Að eiga Biblíuna hérna bara á lager. Endurtekningin er sterkari en reynslan. Það er erfiðara að aflæra heldur en að læra. Þess vegna dettum við alltaf í sömu hólun aftur. En við þurfum ekkert að vera klár
ef við finnum bara eitthvað heilbrigt og gerum það aftur og aftur, þá langar okkur til að gera það aftur og aftur. Þú veist, minn boðskapur að við fáum heilbriði bakdyra meginin. Við erum ekki að rembast við að borða ekki sykur, fattiði mig. Við fáum okkur bara vatn og hreyfum okkur og mætum hérna á kyrrðastundina og lofum Guð og erum í tengslum við fólk og förum í kaldapottin og hvað þetta allt saman. Þannig að einfalda lausnin á eignast frábært líf, hún hefur ekkert með greind að gera. Það eru margir alltaf klárir til þess að eiga frábært líf. Þeir vita bara svo mikið. En ef við fyllum lífið okkar af upplifunum sem láta okkur líða vel, að þá langar okkur að gera það aftur og aftur og líkaminn kallar á það sem í líkamannum, hugurinn kallar á það sem í huganum. Þannig að á einum stað þetta ofboðslega einfalt. En á öðrum stað þá erum við öll með ákveðna forsendur. Og ég til dæmis var 25 ára gamall þegar ég eignaðist dóttur mína og ég var bara versti pabbi sem til var. Út af því að ég hafði bara engar forsendur til að vera góður pabbi. Ég var ekkert búinn að vinna í því og æfa mig í því og fannst það bara ógeðslega erfitt og ég, sem sagt, ég greindur, ég er mjög lítið hrifinn af greiningum. En ég náði að sjálf greina mig. Og ég hef verið að glíma við tengslaröskun. Þannig að þegar ég var alast upp, þá var mamma í ójafnvægi, þessi yndislega kona. Þannig ég tengdist henni ekki, langaði svo rosa mikið að finnast konu sem ég myndi tengjast og svo þegar ég var búin að tengjast henni, þá gat ég ekki tengst henni út af því að þegar ég var lítill, þá var enginn og þess vegna fær enginn, ekki einu sinni ég sjálfur. Þannig að ég alltaf á hlaupum. Og þegar ég var lítill, þá lærði ég ekki að taka samtalið. Út af það var enginn að tala saman og ég lærði að tala ekki, treysta ekki og trú ekki. Þannig að þegar ég lendi í vandræðum og þá eru forsendurnar mínar þannig að ég get ekki tjáð mig og hvað gerir maður þá? Þá bara fer maður. Ég nenni þess ekkert. Þetta alveg glatað maður. Hún bara þessi kona, hún samþykir mig ekki eins og ég og ég fer. Hver þá ekki að samþykja hvern? Einmitt. En bara hafið enga hugmynd það. Þannig að það kostar það að gera ekki neitt í að átta sig á því hvað að frétta hérna. Það kostar svo mikið. En Guð góður og það sigur í Jesú nafni. Og á öllu mínu brölti þá hefur mér liðið svona yfir meðalagi út af því að ég held alltaf áfram. Þú veist, það skiptir einhver máli, þú veist, lífið lemur okkur niður en hvað við fljóta að standa upp? Og númer 2 skiptir meira máli heldur númer 1. Þannig að hvernig við bregðumst við skiptir meira máli heldur en hvað gerist. Ég var nú með hérna, ég var búinn að undirbúa mig svo rosalega vel, ég var búinn að skrifa þetta allt niður, svona litla miða, það nennir ekki að hlusta á okkur svona einræðu. Það versta sem ég heyri, það vitnisburður, eitthvað búinn að skrifa 5 blaðsíður, já ég fór í sveit, ég var 5 ára og þetta var ekki nóg gott og svo kom geitinn og... Halleluja. Jeremía 30, nú ætlum við öll að gera saman mjög skemmtilega æfingu. Jeremía 33:3. Það á mjög flott nafn, það vers. Þannig að ef ykkur veit að hérna má hann segja það. Ég ekki að reyna að vera klár, sko. Ég veit bara að leyfa ykkur að vera með. En það talað með þetta sé símanúmerið hjá Guði. Eða eins og Halldór myndi segja God's phone number. En hérna kemur það. Hrópaðu til mín, ég mun bænheyra þig og ég mun kunngjörð þig mikla hluti og leyndarmálsfulla sem þú hefur ekki áður þekkt. Og Guð ætlar að gera þetta núna fyrir ykkur.
Þannig að þið ætlið að spyrja hann í huganum, bara Guð, hvað veist þú mig sem ég veit ekki? Amen. Þetta er svo mikið undur. Það er tilheiti sem heitir Jóhari glugginn, sem er eitthvað voða svona vinsælt dæmi, og þar átt að hringja í ykkur sem þú þekkir og spurja hann þessara spurningu, hvað veist þú mig sem ég veit ekki? Og ég mitt hringdi og spurði systir mín og fekk mjög merkileg svör. Auðmýkt er undanfari virðingar, og það er, ef að mig langar til að vera auðmjúkur, þá ætla ég að byrja á því sem ég skortir. Þá ætla ég að byrja á því að viðurkenna bara, þegar ég var í verslunarskólanum, ég er eini Íslendingur sem ég veit að sem féll 3 ár í röð. Pælið í því. 3 ár í röð. Og það er bara allt í lagi. Ég var ekki bjartasta vonin. Fattiði mig? Og ég get bara sagt þetta og ég er svo sáttur við það, En það sem var merkilega var að þegar ég var í Versló, þá mætti ég í skólan og ég var ekki búinn að læra og mér leið ekki vel í skólanum. Og ég hugsa, ég ætla að læra heim í dag. Svo kom ég heim og ég ætla að leggja maður, svo fer ég að læra. Svo að fara út aðeins að kíkja á strákana. Og í 3 ár, þá leið mér rosalega illa í skólanum. Það ég lærði aldrei heima. Og svo fattaði ég mörgum ára seinna, ég þarf enga hjálp við að láta mig líða illa. En á þessum árum var ég alltaf að benda. Það er þessi hérna. Þessi hérna. Halleluja. Er einhver hérna með verk í líkamannum hérna einhvers staðar hérna? Við ætlum bara að vera hér, en við ætlum að segja öll saman. Þið segið það eftir mér. Lækningin tilheyrir mér. Vegna þess sem Jesús gerði fyrir mig. Ég meðtek lækninguna mína núna. Í Jesú nafni, amen. Halleluja. En það sem ég finnst skemmtilegast, nú er Halldór farin að hreyfa sig eitthvað, og nú var að fara að hætta þessu. Það sem ég finnst skemmtilegast, það er einhvern veginn, þegar smörningin kemur alveg með hvelli. Þegar hún kemur með hvelli. Og það er ófyrirgefning er að mörgum talin vera stærsti sjúkdómsvaldur í heiminum. Þannig að nú ætlum við að gera aðra æfingu. Nú ætlum við að segja, ég vel að fyrirgefa sjálfum mér. Og leysa mig undan þeim dómi sem ég er dæmt mig með. Ég skulda mér ekki nei. Fyrirgeðu mér mín röngu viðbrögð. Í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Svo ætlum við að gera eitt í viðbót. Erum við ekki komin í stuð núna bara? Er allir með mér í þessu eða? Einhver hann leiðir á þessu? Lalli, hvað segir þú? Þú sáttu við þetta? Alveg sáttur. Herðu, og nú ætlum við að segja, alveg grjóthart, ég vel að fyrirgefa öllum. Og leysa þá undan þeim dómi sem ég er dæmt á með. Fyrirgeðu mér mín röngu viðbrögð. Þau skulda mér ekki nei. Í Jesú nafni, amen. Hugsið ykkur, það er bara brjálaður kraftur í ykkur svona. Það er svo einfalt. Þetta er eins og að vera í sagaklass. Það er sennilega stærsti ókostur við Guðs ríki er að það kostar ekki neitt. Þú veist, fólk er að fara á alls konar námskeið, kostar stór fé. Svo er það að tala þetta maður og þú veist, en svo geta allir komið hingað og það er bara frítt og... Þetta er magnað. Herðu, orðskviðirnir 15:15
Fátækleikurinn lítur aldrei glaðan dag en sá sem vel liggur á sífellt í veislu. Og þá svolítið góð spurning, fátækur, þú veist, af hverju? Alveg svo upp að viskunum afla sér visku, og hvað viska? Og ég trúi því að það sem ég sagði hérna í byrjun, að stærsta gjöfin sem ég eignast ég sjálfur. Þannig ég trúi því að það sé svona, það svo viska sem ég finnst mest spennandi, að þekkja Guð og þekkja sjálfa mig. En það sem ég talaði með í byrjun var að það besta sem fæðir, hvað sagði ég? Það besta sem, Halldór? Sem Guð fæðir fram í þér. Það besta sem Guð færi fram í okkur, það okkar svar við hans skipun. Sko, ég búinn að vinna með fólk í 18 ár og það sem ég hef séð, það að fólk einhvern veginn fæðist ekki með það eðli að vilja lifa lífinu eins vel og það getur. John Maxwell sagði á GLS að flestir sætta sig við lífið. Fæstir lifa lífinu. Pælið í það, 2021, öll þessi tækni og flestir bara sætta sig við lífið. Af hverju? Af hverju það? Þú veist, það gæti verið út af því að ef ég ekki að valda því sem ég vill, þá vill ég mig ekki nógu mikið. Já. Amen. Herðu, það hérna, sko, nú ég alveg að klára. Einhverja spurningar á salnum? Það svo yndislega þessi kona. Drottinn minn, bara þökkum þeim fyrir þessa stund, Drottinn, þökkum þeim fyrir orðið þitt og ég bið, Drottinn minn, að við mættum verða góður farvegur, Drottinn, að orðin sem við heyrum í dag mættu fá að 100-faldast í Jesú nafni, Drottinn. Bið sem öllum sem að hlusta núna, Drottinn, bara Drottinn, þú fyllir þá að kærleika og metnaði til að taka einu skrefinni lengra í Guðs ríkinu, Drottinn. Eða bara, ef þú ætlar að vera meistar í ykkur og ákveður að taka eina lotu enn, halleluja, kannski hittur þú beint í mark næst, Drottinn. Bara fyllir okkur öll af himneskum eldmóði í Jesú nafni. Amen. Ég hveti til þess að stilla inn á okkur með reglum hætti því að hér verður alltaf eitthvað nýtt á nálinni. Takk fyrir að hlusta.